Hún var að tala um mig, ekki þig. Herru, þá erum við komin í loftið. Ekki segja neitt viðkvæmt. Tilbúin, þú er tilbúin. Wake up, baby. Ég ætla að með kaffi. Cool. You wanna talk like that? Something to say from the top with the move the leg. Something to do with some motherfucker right where they cut about it. Kaffi eða? Var ekkert kaffi eða? Nei, það verður að gera. Við ætlum að byrja á viðureign á milli drengja í U19-70. Herru, við erum bara tilbúin að byrja. Herru, þetta er bara komið tímið að þessu. Já. Ísak Logi Víver. Það er í rauða hornið Ísak Logi Víver frá Hnefilaugafélagi Reykjanesbæjar og í bláa horninu Kristján Eðvald Sigurðarson. Sigurðarson? Já. Ok. Ég held að hann væri Eðvaldsson en já, sýnum hvað ég veit. Sjáum hérna Davíð núna með hann í horninu. Hann er þá frá Hnefilaugafélagi Reykjavíkur. Þetta er eiginlega svona skemmtilegur þjálfarabardagi. Það er Mr. Keflavík á móti Davíð Rúnari sem er svona Mr. Reykjavík. Fáir bardagir í dag. Það er Ástþórsi Reykjanes horninu. Þannig að þetta eru sem er herra box. Reynslu boltar í horninu. Já. Herru, og rétt eins og í gær var það Dominika sem að hefur ringdómgæsluna. Allt hlappa á klárt hérna fyrir að tjekka hjálmum. Finnst ekki smá spenna í loftinu, Biggi? Jú, svona, já. Það er svolítið svona tens. Stress, já, einmitt, það er tensjón í loftinu. Það er sko, það er salurinn alveg hljóður. Einmitt. En það er svona, það er eins og við sem að undirbúa jarðarför. Nú springur þetta út. Springur út, geggjað. Ég er spenntur að sjá. Já, þeir ætla bara að byrja strax. Já. Herru, það er rugli mikið af hreyfingum. Já.
Þannig að Ísak Vífur aðeins að lenda. Báðir menn alltaf byrja hratt og svona reyna að ná stjórninni snemma. Virka báðir svolítið tensaðir, mikið af stórum hreyfingum. Já. Ísak byrjaði svolítið pressu, núna farin að dansa eitirhringinn. Núna kemur fjarki frá Kristjáni. Já. Góð bein hægrið þarna hjá Kristjáni, jabbið í boddið, hann er að ná inn höggunum sínu núna og kemur hérna með fremri uppercut. Heldur gaman að þessu. Mikla hreyfingar sko, þetta ég verð mjög stoltur ef þeir geta haldið þessi tempo á allan tíma. Já, það er erfitt að halda þessu uppi. Nú. Lendir hann vel. Báðir menn að lenda höggum hérna. Ísak reynilega með aðdáendur í salnum. Já. Það er ástmilli hérna Reykjanes og Hafnarfjarðar, heyri ég. Já. Nágrannar. Þetta er eiginlega nágrannar klúbbar sko. Já. Gott jabb, Ísaki. Ísak góður að festast ekki í horninu. Já. Flott víð hægri. Hann ráðist á lifrina bara. Já. Nú er Ísak farin að sækja sér veðrið. Góður tvistur. Kristján kemur þetta sterkur. Flott bóti, flott bein hægri. Já. Hann er að leita lifrina sko. Já. Ætlar Kristján að fá sér nickname í dag? Eins og Gauti Már fekk í gær. Já, eitthvað tengt lifrinni? Já, The Liver King. Kristján, ef þú heldur þessu áfram, þá færðu nickname. Svara honum Ísak. Ég veit ekki, sko, hvað þín skoðun er, en mig langar alltaf að sjá einhvern droppaðan með bodyshotti. Já, það er sérstök fegur í því. Það er búið tilgjörnum loka 10 sekundar. Já. Sjá, hann er farin að koma með hennar lága vinstri krók nokkuð sinnum. Það er fyrsta lótan. Ísak brosir hérna, nei fyrir ekki, Kristján brosir hérna á leiðinni í hornið sér, þetta er ánægðið með þessa lótu. Heldur betur. Sjáum hérna. Ísak er flottur, þetta er jafnbardagi. Ég ætla að reyna að sjá hvernig við erum að heyra hvað Davíð hann segir. Það kemur í ljós núna. Verður fljótari, komin í miðju. Finnst eins og Kristján er stressað í hornið. Já. Það var til að þróast þannig. Sýnir sem að herra Keflavík gefa hann bara sopa af rauðum Gatorade. Rauðum Powerade. Ætla hann skipti svona eftir hornum. Ef þú ert rauða hornum bara rauðaðan og... Já. Ísak kom einhver jabbi hérna, check hook frá Ísak. Hann sækir sér veðrið hérna strax í byrjun annar lótu. Hann er greinilega ákveðinn í að vinna tilbaka þessa fyrstu lótu sem misti frá sig eitthvað. Heldur betur. Ísak með beina hægri. Heldur betur. Kristján svolítið að færa sig upp og niður. Davíð hún að kalla eftir levels. En Ísak gerir hérna vel að færa sig undan pressunni. Hann er að leita livershotinu sko. Það setja í skrokkin. Já, dullur að fara í skrokkin. Fjárfyrstur í honum. Já, livershotið hérna aftur. Það lendur hann aftur. Það eru bodyhugginn maður. Já, bodyhugginn opna líka þarna uppi. Það lendi svo að hægri króknum.
Þessar fjárfestingar í skrokkin að skila sér. Heldur betur. Og endar uppi með hægri. Glæsileg upp og niður flétta. Já. Það er ekki auðvelt, sýnist mér, að boxa móti Kristjáni. Nei, einmitt. Já. Duglegur að fara í bótið og þegar þú þarft að fara að hugsa svona mikið að taka olbóna hérna, þá getur þú að mista frá hugunni og þá opnast fyrir huguna. Mér líður eins og hann sé mjög góður að spyrja þig sko 5 mismunandi spurningar. Það eru krókarnir í bóti og haus og svo bara stunga beint í magan og jæfnir. Það heldur hann áfram. Flott stunga hérna hjá Ísaki. Góð höfureyðing þarna hjá Kristjáni komast sér undan. Heldur betur. Daði kallar eftir því hann jabbi fast. Svaka sveifla þarna hjá Kristjáni. Ísak kemur sér undan þessu. Ísak lendir þarna vinstri skroknum uppi. Góð höfureyðing þarna. Góð vinna hana hjá Ísaki. Þarna gerir Kristján vel, upp niður. Flott önnur lóta hana. Ég ætla ekki að vera neitt Nostradamus hérna, en mig grunar að Ísak sé með marblett ekstra á skóknum. Já, hann kvöldi heilma aðeins í hóðinu hjá strákunum í Reykjanesbæ. Þetta open scoring, þetta ekki segja það? Já, you keep your secrets. Það er komið heitt kaffibolli hérna á komandinu. Já, eftir bara hérna þetta chat það er eitthvað kaffi. Það er rosalegt. Þökkum Kormáki Steini Jónssoni byggameistara fyrir að færa ykkur kaffi hérna á lýsindaborði. Heldur betur. Það er engin verkefni í honum fyrir neðan vinningu eða yfirst og óverfið. Já, hann hefur bara eitt verkefni í dag og það er að taka móti byggarnir sínum. Heldur betur. Velunarafhending er náttúrulega hérna beint eftir mót. Nokkrar bicep krullur sem að fylgja því. Einmitt. Önnur lóta var jafnari en við heyrum að dómararnir gáðu það samt 4-1 til Kristjáns. Önnur lóta fór 4-1 í bláa? Já, í bláa hornið. En það var samt jafnari lóta. Heldur betur. En ég skil það, þú veist, bodyhöggin eru clean, þau telja. Já, gera það. Í ólympísku boxi getur það oft bara verið munurinn, sko. Hver er duglegur að fara í body? Þakka þér fyrir Kormákur. Við erum vel trýtaðir hérna og Ísak ekki alveg vel trýtaðir. Ég getur hérna þunga herri hendi? Nei. Ísak er ekki kominn til að drakka kaffi, getur sagt. Nei. Beina hægri smellhýtti þarna frá Kristjáni. Þetta var... Þetta getur tekið úr manni. Já. Ísak hérna check-hookinn. Check-hookinn er búinn að virka aðeins frá Ísaki. Maður ætti kannski að gera meira á honum þegar Kristján sækir á honum. Herru, það er talning á Kristján. Ég skil þetta ekki alveg. Mér fannst þetta högg ekki hafa mikil áhrif á hann. Nei, það var ekki þyngsta högg. Ekki þyngsta högg barndagans. Davíð lætur sinn mann vita að þessi talning skiptir engu í stóra samhenginu. Hann byrjar bara strax aftur, ánægður með hann. Þetta beina hægri er að virka hjá Kristjáni. Blokkar þarna jumpin sem koma á móti.
Ísak á fullt af klappstýrum hérna í salnum, greinilega. Já, hann á salinn sko og já, sérstaklega einn þeirra sem að lætur vel í sér heyra. Já. Fínt jobb þarna. Vel gert. Jabbið hans Ísak er helviti gott. Lúmst. Bara beint niður pípuna og ekki bakið sér dómninga. Það eru síðust 10 sekúndunar á klukkuna. Heyri minna mikil hvatningar orð frá Nóel til liðsfélaga síns. Nóel auðvitað mæta Ísaki hérna. Og þá líkur fyrstu viðureigninni. Þeir fallast í faðma. Þetta var skemmtilegu bardagi. Þetta var skemmtilegu bardagi. Ég held að það hafi verið bodyshotinn hjá Kristjáni. Já. Það er nickname í boði. Ég verði eiginlega að gefa honum allar 3 lútnar. Já. Þó að Ísaki hafi vissulega verið inn í þessu, gert góða hluti hér og þar, en hérna, já, bodyhöggin. Það voru kannski munurinn þarna og pressan. Það var að láta Ísak dansa hringinn eiginlega. Ísak ætlaði að byrja með svolítið pressu, en Kristján ákvað snemma, hann ætlaði ekki að leyfa honum það og sneri pressinu við. Hélt henni eiginlega bara út bardagann. Heldur betur. Það er gott klapp. Biggi hleypur inn í hring og það er bláa hornið. Kristján Eðvald. Hann fær nicknameið Liver King eftir virkilega flott bodyshot og greið liverinn hjá Ísak Víðar. Fekk hans að finna fyrir því. En báðir keppendur stóðu sig hrikalega vel. Ég myndi segja að liver-shotin hjá Kristjáni og jabbið hjá Ísaki Víðar voru svona í aðalhlutverki. Í þessum bardaga. Herru. Til hamingju. Já, takk fyrir. Herru, dómarar á mótsins farnir í smá stólaleik. Já, einmitt. Taka hringinn og stokka þess aðeins upp. Mér finnst mjög gaman sko, það var alltaf einn svona stóll tekinn undan. Þú veist, frá dómarum. Það væri svona stólaleikur. Þetta væri svona stólaleikur. Þurftur að vera fljótur að setjast. Herru, ég frétta að þú hefði verið að sparra við einn af dómarunum núningsleika. Hvernig fór það? Það bara fór eins og það fór sko. Ég búinn að fá mikið af meldingum svona ef hún er að berja þig mikið í dæmi þá mátti heyra í mér og fá mikið af svona hvatningarorðum sko. Sem er allt eitthvað sem ég þurfti. Það er úrslitaviðureign. Það er hreinn úrslitaleikur undir 17, mínus 54 kíló eða svo. Ég er svo spenntur fyrir þessum bardaga sko. Það er svo gaman við hnefarleikasennuna hérna heima hvað 2 15 ára strákar geta gefið manni mikla skemmtun. Já, það er rétt. Þessi 2 hérna, ég held að þetta sé allavega 50 bardaginn milli þeirra sem ég er að horfa á. Já. Þeir hafa allir verið flugeldasýning. Þetta eru 2 strákar sem bara, þú veist, þyndarlausir, frábær tækni. Það er alveg algjör skemmtun að horfa á í hvert eina skipti sem við mætast. Staðan er 1-1, það er allt undir hérna í 3. bardaganum. Beðið 3. Þetta er eins og við viljum að bikarmótið sé sko. Nákvæmlega. Það er sko það besta sem gerist með bikarmótið er mitt, ef það er bara 2 í flokknum, að þið vinnir sikur að viðureigna, fáum svo hreinan úrslitabardaga. Bara eins og Guð vildi hafa það. Nákvæmlega. Hér eru 2 demantar mættið til að slípa hvern annan. Heldur betur. Þetta er að fara að gerast. Úrslita viðureign hérna. Þetta verður blóð, svit og tár. Og við byrjum. Hver ætlar að taka stjórnina snemma? Það er spurning. Tristan lendir líklega fyrsta svona hreina hauginu. Bardagarnir í milli þeirra eru alltaf svo erfiðir að skera úr sigurvegara. Ég man ekki nokkuð tímann eftir því að það hefði verið einhver afgerandi sigurvegar í viðureign milli þessara tveggja. Þetta hefur alltaf verið hnífjafnt, æsispennandi.
Ég verði að gefa Hilmari, já, sérstaklega shoutout og rós fyrir geggjaða buxur. Við erum með íslenska fánuna þarna, þetta er... Já, þetta er geggjað. Uss! Hilmar hlóð þarna bara upp í Haymaker og smellit honum. Geggjaður Tristan, koma svo. Já, Tristan, geggjaður. Lappa hægt. Koma Tristan. Þetta er svona svipað og var í gær. Tristan fær hringinn og Hilmar dansar aðeins utan hrings. Geggjaður. Lappa hægt á hann. Kom upp. Þetta er svakaleg flétta hérna hjá Tristani. Ég veit ekki betur segja en það var bara 1-2-1. Svo bara enni í bringu. Lappa hægt á honum. Það er 10 sekundar klukkan er komin. Fínast í vinstri krókar hérna hjá Tristan. En það kemur Hilmar og lendir svolítið. Geggjaður. Djöfull eru þið góðir maður. Já, Djöfull eru þið góðir. ég veit það. Getum við bara please leftum að taka 3 mínútur lokur. Alltaf stutt. Já, hvað það fáum einhver falleg orð frá Davíð Hilmari. Ég veit ekki hvort að Eriksson sem hendur gangsins að segja fyrir staðan þér. En já, þetta er svekkavenni sem við syndast um að gerast fyrir. Það væri Eða mjög... þetta væri bara eitthvað gangsins fyrir Árbæinn eða eitthvað. Því tveir árbæðir. Atli Már Grímsson peppa sinn mann. Hvetjum til dáða. 4-1 Tristan líka. 4-1 Tristan. Fengum við skilabóða frá Bendit Gylfa sem situr hérna fyrir aftan okkur. Já, glæsilegt. Það er náttúrulega opið scoring. Þannig að Eriks Línas hefur verið að gefa okkur gengstæðin Árbæinn. Lappa inn. Góður vinstri krókur, 2 vinstri krókar hérna frá Tristani snemma í annara lótu, lenda clean. Geggjaður Tristan, koma svo. Tristan að ná svolítum árangri hérna snemma í annara lótu. Ekki fyrir aftan höfuð. Box. Skýr skilabóð frá Dominiku. Hilmar aðeins ákveðnari í að, þú veist, taka miðuna núna. Var svolítið dansið ytterhringin í fyrirlótu. Já. Misti stálótu aðeins frá sér, þótt hann náði nú einhverjum árangri í henni, en hann ætla greinilega að, þú veist, standa með honum í miðunni núna og að pressa það á sjálfur. Tristan með beina hægri þarna. Lendir aftur með vinstri hendinni. Tristan er að detta í flow state, það er klárt mál. Þetta er það sem að Tristan gerir svo vel. Hann er að rúlla svo vel undir, sko. Já. Koma, vinna Tristan, koma svo. Já, ég strókar. Þetta gæti orðið hver er taktískari, hver vill þetta meira. En mér sýnist báðir vera jafnvel pínu þreyttir, voru alltaf að boxa í gær. Einmitt. Geggjaður, koma svo. Meira Tristan, koma on. Góðar höfurhæfingar að það á Tristani en getur samt það þriðja höggin á það hann í gegn. Flottur Tristan, koma svo. Aðeins. Alla lendir. Hilmar. Nokkur sinni vel. Vá, ég bara... Hilmar enda þessa lótu mjög sterkt en ég veit ekki hvort það var nóg til að taka hana. Ég er hræddur að Tristan sé að leiða þetta komandi inn í þriðju lótu. Að Tristan sé að leiða. Biggi fer og kíkir á skórboltið. Það er aftur 4-1. Það er aftur 4-1 Tristan. Var þetta ekki 4-1 Hilmar annars, er það ekki? Nei, 4-1 Tristan. Er ekki 4-1 Tristan bæði skiptum? Jú,
Þá þurfum við að fara að fá star performance frá Hilmari. Já. Hann er inni sem maður og lenda þess að aðra mjög sterk. Og það bara, þetta er sá sem er pressað. Heldur betur. Nú verður þetta þriðja lóta, það var allt undir inn í þriðju lótu. Uss! Come on, Tristan. Seinasta låtan. Come on. Það er pressa. Salurinn er að trullast. Geggjaður, koma svo. Flott þarna. Vinna, Tristan. Vel gert Kristianni. Þarna lendir Hilmar ágætlega með yfirhandar fjarka. Bein hægri, aftur í Hilmari. Koma svo, Tristan. Það lætin hérna í Vappissi í dag. Núna er trullingur í salnum. Þetta er engin jarðarber lengur. Maður sér að Hilmar veit að hann er undir í þessum bardaga og ætlar að gefa allt hérna í lokasprettin. Geggjaður, koma svo, svara. Báðir menn að lenda og skiptast á. báðir menn að svara fyrir sig. Tristan, koma svo. Tristan, koma! Jöfnlega nær þessu maður. Hilmar Hilmar sækir sig veðrið. Aftur þeir skilast að. Þetta ábútt er svakalegt hjá báðum barndamönnum. Hilmar að sækja sig veðrið inn í þriðju lótu, búinn að lenda fullt af höggum. Tristan, þetta er seinasta lotan! Þreyttur á morgun! Þreyttur á morgun segir salurinn. Kæra! Já! Muna, Pókerflex, þú ert ekki þreyttur! Koma svo, Tristan. Þú ert ekki þreyttur! Íta! Já, meira! Koma, meira, 10 sig! Kæra, Tristan, koma! Já, meira! Leifum bara salnum að sjá lýsinguna. Já, einmitt. Getur við please tekið einu lóti viðbót? Megum við svona klappað upp og bara biðið meira. Þessir tveir, maður. Djöfull dýrka í þessu tveir. Þeir eru geggjaðir. Þeir eru alveg frábærir. Sjá, Þetta er hérna. einasta skipti sem þessi tveir mætast. Getur við bara please hist hérna aftur á morgun og láta það running back. Ég stið það. 100%. Næst að ég á ammæli, þá vil ég bóka þá tvo í ammælisveislunum mína og láta það bóksa. Já, 3 mínútur lótur þá. 3 mínútur, já. Í staðan fyrir að vera að ráða einhvern upp í standara eða trúð, Já, þá bara að boksa. nákvæmlega. Sjáum við að Davíð Rúnar eflust mjög stoltur af sínum manni. Gerir sér leiðin í hringinn. Ára Sævar Ingi, yfirdómari mótsins, að ég held. 3-2 split decision. 3-2 split decision í rauða hornið. Allir bardagarnir hjá þessum tveimur fóru split decision á mótinu. Þeir eru rosalegir. Djúvöldlega þeir eru rosalegir maður. En split decision eflaust bara sanngjarnt. En það er þá síðasta viðureik dagsins. Þessi tveir, maður. Er svona utan móts. Það er Ísak Gunnarsson á móti Nóel Freyr. Herri, já, nú er komið að fucking... Þetta er fjölskyldaþáttur, beggi minn ekki blóta. Þetta verður bengari núna. Já. Það þarf að hafa 2 unga stangva, beng. Þetta myndi ég kalla superfight. Já, skemmt í viðureik. Já, að við séum að fá þetta hér. Það er skemmtilegt. Já. Það er Ísak Gunnarsson, Ísak Gunnarsson. bikarmeistari eftir sigur sinna á Bjarna Ottosinni. Komin hérna í sýningabardaga. Já, hann fekk jafnfram walkover sigurinn í gær og var þá
officially bikarmeistari. En hérna fáum við Nóel Freyr frá Hnefileikafélagi Reykjavíkur. Þetta sýningabardagi af því þessir strákar elska að berjast og þetta verður, dömur mínir og herrar, þetta verður flugvélasýning. Ég get lofað ykkur það. Sjáum hérna Bigga að gera sína samfélagsmiðla vinnu eins og honum einum í lagið. Tala mig? Já, aðeins minnast á þig. Já. Ég held ég að ná frekar góð skotið þarna. Ég held það líka, þarna sást. Það var svona grettu svipur á vinnunum. Shit, hvað er spennt að þessu? Herru, við byrjum. Þetta eru 3 mínútur lóður. Hér eru að horfa á 2 af okkar allra bestu boksurum. Heldur betur, Ísak báðir. ætlar að pressa og taka með henn að snemma. Ísak byrjar með pressuna, alltaf kannar að stjórna. En... Þetta byrjar skemmtilega. Holy hallelujah, Batman! Ísak til miðuna. Nóel á í fullu fangi við að svara fyrir sig. Það er eftir að eiga Ísak. Ísak er líka stærri, sko. Hann að svara Nóel fyrir sig. Báttið ekki. Þarna lendir Ísak. Ávítis fyrsti, Nóel svarar fyrir sig. Sjáu þessar hreyfingar á þessum strákum. Uppercut frá Nóel. Heldur betur. Beint við kommentatorborðið. Við fögnum því. Nóel vel hreyfanlegur kalana. Hann vílar ekki fyrir sig að spila svona robodope. Flott hægri yfirhandur hanna, lendir mjög clean á Nóel. Báðir menn eru bara svo, þú veist, varnarlega agaðir að það er ekki það mikið að ná í gegn, en djöfullega gaman að horfa á þetta. Ég er bara orðulaus. Smá breytumerki, finnst vera flott jafn þarna hjá Nóel. En Ísak heldur áfram að pressa og pressa og pressa, þjarmar bara að honum. Þetta er svo svakaleg pressa frá Ísaki. Þetta er alvöru skemmtun, þessi partæði. Þarna flott flétta þarna hjá Ísaki í skrokk og svo uppi með þristinn. Ísak færir hann í botið. Víð vinstri í lifrina. Þarna lendir Nóel svakalega. Sáum svitan frá Ísaki spýtast út í salinn. Hvað er að gerast hérna? Hvernig er þetta hægt? Oh my god! Svakaleg lota. Oh my god! Þetta var alveg trillt, maður. Reynum aðeins að hlusta í rauðahornið. Academy hugsa vel sinn mann. Og við erum tilbúinir í aðra lótu. Jæja, lóta nr. 2. Núi! Nóel hefði þarna í góða fléttu.
flott double þarna vinstri hjá Ísaki Gunnar sem að Noel svarar fyrir sig bara svarar mjög sterkt fyrir sig. Eitt í maðunum yfir og uppi. Flott. Stungan hjá Ísaki lendir ágætlega. Flott þarna og stungu uppercut, hybrid. Aða lendir Noel. Náinn höggum hérna. Þetta er Þvílík slick. skemmtun sem þessi bardaði er. Skil ekki hvernig hann alltaf halda svona háu tempói í langa tíma. Flott, halda frá, yfir og hæri. Nóel nær einn hana yfir. Noel aðeins að lenda. Áfram. Það er bara það sem fyrir aftan höfuð, segir Guðmundur. Það er mínúti eftir, segir Davíð Rúnar. Pressa meira Ísa, pressa. Noel lendir þarna alveg hrikalega flottum flush yfirhandar. Twisturinn Noel, spot on. Ísak er samt ekki að fara neitt. Eriks að lína í hotinu hans Noel, skipa hann að bakka ekki, halda bara áfram. Það er best að boxa fram á við. Áfram Ísa. Halda frá. Það er bara að klappa eitthvað öðrum ágætlega. Já, halda áfram. Pressa. Ísak með alveg power shot. Krókandi frá Noel, lenda aftur. Þetta smá clinch, break og lótin er búinn. Wow! Shit. Það var bara að tensast upp við þetta. Reynum að hlusta hans honið rauða. Sjáum við hérna Kjara í Baffici og Emin Kadri. Tjastna sínum manni saman. Góður á hanglaðinu, hann Kjari. Og í bláa hóðinu Davíð Rúnar. Meintu það ekki, þú ætti að lenda alveg massu á fyrsta. Fyndi það, vennilega fyndi þetta, þú fyndi fyrsta. Eitthvað skvaldur í salnum að lokan hafi farið 3-2 Við erum að leika Noel. okkur, það er gaman að. Næs. Þannig að við sjáum Sigur vera setja annar lóðuna hérna. Seconds out, gerir ykkur tilbúinastrákar. Það er síðasta lótan. Davíð kallaði eftir að Noel leiti frekar á þristinum heldur en fjarkanum. Já, Fannst hann vera að ná honum betur inn í fyrirlóðunum og myndi Noel á bara að við værum að hafa gaman að þessu og það var létt yfir þeim hann í hóðinu. Áfram Ísa. Svara. Flott bótishot þannig af Ísaki. Virðist bara hafa lent í þindina á Noel. Pressa meira Ísa. Let's go Noel. Það er mjög sniðugt að segja við Noel, hafðu bara gaman að þessu af því þegar Noel fer að flæða þá er hann óstöðvandi. Fáir sem að flæða jafnvel og Noel Freyr. Já Noel. Ísak Guðna, ég það með jabbið. Byggir aftur jabbinu.
Má pressa það á Ísaki en Nóel getur vel að rúlla undir og koma sér frá hættunni. Flott þarna skiptir level að Nóel og upp með uppercutinn. Þessi þarna 3-6 og Nóel Ísak kemur inn að bodyhuggi, Messi-krók. Það var rétt hjá Dalinur að kalla eftir þrýstunum fyrir Nóel en mér líður eins og að hotni hjá Ísaki Guðna hafi séð við því. Það er 30 sekundur eftir þessum bardaði hérna. Flottur vinstri krókur hérna hjá Ísaki. Nóel á til að baða hans út höndunum. Vel gert, reynsla að grípa þessi moment. En núna allt að sjóða upp úr henni salnum. Ég heyr ekki sjálfum mér hugsa. Heldur betur, komið smá þreytumarki í strákana. Það líkur þriðjulótinni. Wow! Mótvaldur ákveður að hafa eitt skemmtibarða. Are you not entertained? God damn. Kíkjum aðeins á strákana hérna í bláhóttinu. Nóel Freyr vann aðralótið við. Þannig að við erum með smá insight. Já, gefum við gott klapp, segir Sævar. Við gerum það. Já. Þeir eru allt klapp skilið. Fjögur eitt split decision. Það er í rauða hornið Ísak Guðnason sem að vinna split decision í þessum æsispennandi og mjög svo skemmtilega bardaga. Skemmti bardagi átti þetta að vera og skemmti bardagi var hann. Virkilega vel gert hjá þessum ungu strákum. En þá verður ekki fleiri bardagar í dag hérna á þriðja degi vorbikarmótsins. En það verður hins vegar verðlaunahafning og bikarnir fyrir bikarmótið eru ekki að verði endanum. Ég myndi ekki hata að hafa eitt svona unit í herbygginu mínu. Eitt til að svona, já, trutta liðinu eins og maður segir. Holy moly, þetta var svaka fætt. Þetta var svaka fætt. Geggja fætt. Þetta var bara rosalega. Þetta var svakalegt. Svakalega fætt. Djöðlólda gaman með það. Já, getum við bara please gert þetta aftur? Já. Getum við gert þetta bara alla daga? Já. Nei, já. Já, nei. Við getum ekki gert þetta alla daga. Þetta tekur á. En næst er bara verðlaunahafningin. Já. Það var út svona... Nei, já. Leiða að gera það í. Já, við getum leitt svo að rúla bara. Leiðum við svona? Já. Við leiðum við bara að rúlla og sjáum hvort að þeir fari ekki upp á svið pottet og taka móti bikarunum. En... Já. Þannig það er svona hálfgjört afsakið hlé. Eins og er. Já. Búið að vera skemmtilegt bikarmót. Og nú leiðilegt að við fengum ekki hérna... Sigurinn var þessi Elmar í dag. Eins og átt að vera. Já. Vona að Elmar hafi ekki verið mættur til Reykjavíkur. Já. Það hefur verið að kalla upp keppninnar. Ég
var líka farin að hlakka til að sjá Gautam á móti Pétri Gunnarsinni. Já. Það er leiðilegt að missa þann barða út, sko. Já, ég Það hefur verið til í að sjá það, sko. veit ekki af hverju hann datt út. Bara Bóðatír dróð sig úr. Já, Bóðatír dróðu bara allt sitt lið Já. úr keppni fyrir þriðja dag. Já. Þeir voru eitthvað ósammála dómgæslinni í gær. Já. Sem að verður eitthvað rætt í næsta þætti af 5. lótunni Já, á mánudaginn kemur. Einmitt. Þannig að við þurfum eitthvað að diskutera þessi dómarmál, fáum kannski eitthvað komment frá yfirdómurum varðandi þetta, en það voru einhverjir stólar sem að fengu að fljúa og Já. Einhver orð sem að... já, sem það þarf ekki að endurtaka. Ekki það að ég sé nógu góður í pólsku og öðrum austur-Evrópumálum til þess að geta endurtekið þau. Það er enginn hérna til að taka við velunum. Nefnilega, það er alltaf, já, hressandi, en við sáum hérna að Sævar er svona eins og grunnskólakennari með svona klatta og er bara að lesa upp og það er enginn mættur í tíman. Góð sjög. Þessi flugeldasýningu. Já, Gott að segja, vinnur. Við kveðjum hérna Garp Fletcher, Icelandic Boxing, hann var að taka upp viðreglunar. Já. En að þeir sem hafa áhuga geta séð bardaga dagsins frá öðru sjónarhorni Einmitt, inn svona... á Icelandic Boxing YouTube. Já. Gefum honum shoutout eins og alltaf. Garpur tekur þetta upp hérna á svölunum Já. og nær skemmtilegu sjónarhorni. Já, hann er aðeins svalar en við. Við erum meira svona borðurlíkandi í gæjar. Já, en það er gaman hvað, þú veist, það er hægt að horfa beinu útsendingunum okkar. Já. Það er hægt að horfa eftir á engurlegin hans í Garps og Já. svo erum við náttúrulega ofta að filma svona cage-side þar sem við náum skemmtilegum sjónarhornum líka. Já. Það er, íslenska bóksið er núna bara út um allt. Herri, ég ætla að fara upp í hring og ná einhverjum skotum að þessu. Þú ætlar að gera það, já. Herru, hérna sjáum við Jón Lúðvík, formann Hnefaleika Sambands Íslands. Þræl myndarlegur mynd. Fyrsti keppandinn er Hilmar Þórðarsson. Hann fær sína medalíu, silfur medalíu fyrir viðregnina sína gegn Tristan Steff. Það er nú byggameistarinn frá Hnefaleikafélagi Hafnarfjarðar. Það er Tristan Steff. Hann hreppir hnossið. Það er gilt í byggarinn. Endur á hillunni heima. Undir 19 ára, mínus 70 kíló. Það er Kormákur Steinn frá Hnefaleikafélagi Kópavogs. Átti ótrúlega flotta frammistöðu gegn Mihail Fedorovic. Virkilega svona oxið vel sem hnefileikamaður. Góður strákur, langur, hávaxinn og sætur í sér. Færið okkur strákunum kaffi á hann. Hann vílar ekkert fyrir sér. Kormákur Steinn. Og tæknilega örðuleikar hjá tæknitröðunu og dómaranum Sævar Inga. Það er alltaf fyrirgefið samt. Við skoðum annað sjónarhótt. Við fylgjum sérna með 50 manni með snjallsíma. Það ætla að segja ekki 50, það er 40. Það er Gauti Már Karlsson í elítflokki frá Hnefaleikafélagi Reykjanesbæjar. Sjáum hann hérna stígurinn í hringinn. Átti flotta framistöðu í gær gegn Símoni. Þetta fer hérna í myndatöku að bygga. Hann hreppir hnossið, gilt í byggarinn til Keflavíkur. Það er Ísak Guðnason, byggarmeistari frá Hnefaleikafélagi Kópavogs. Átti stórbrotnar viðregnir gegn Bjarna Óttarssonar frá Hnefaleikafélagi Reykjanesbæjar. En Bjarni því miður gat ekki keppt á degi 2. Við þurfum að gefa walkover sigur. Ára stóru stokkarnir, Elite.
Það er Magnús Kolbjörn Elísson. Þetta er ekki Magnús Kolbjörn, en þetta er staðgengillinn hans sem fær bikarinn fyrir hans hönd. Og þá er vor bikarmóti HNÍ lokið. Þetta var verðlaunaafhendingin. Flotti meistarar þarna, dreifist ágætlega á mismunandi klúbba. Það er Hnefileikafélagið Reykjanesbær með 1 bikar, Kópavogur eða VFC með 2 bikara, Hnefileikafélagið Hafnarfjarðar með 1. Þetta deilist svona fallega á liðið. Svo er það já, og nokkurn veginn eins og ég sagði, það er stóri bikarinn, það fer á klúbbinn. Það er svo að sá klúbbur sem er með flesta bikarmeistara í bikarmótaröðinni, og eins og framkom, þá var það Hnefileikafélagið Kópavogs sem að hreppir nostið þar. Það er Magnús Kolbjörn og Kormákur Steinn sem að unnunda fyrir liðið. Sjáum strákunna raða sér í hringinn í góða hópmynd. Ég náttúrulega glemdi að minnast á Ísak Guðna. Það er Kormákur Steinn, Magnús Kolbjörn og Ísak Guðnason sem eru voru bikarmeistarar frá Hnefileikafélagið Kópavogs. Þar af leiðandi eru þeir sigursælasti klúbburinn og hreppa stóra bikarinn. Sjáum hérna Kjarra yfirþjálfara með litla guttan sinn sem er svo heppinn að fá að halda bikarnum. Eru svona álíka stórir, má vel að segja. Litla krílið á bara hálf erfitt með að bera hann út úr hringnum. Það er eins og það er. Við þökkum bara sjálfsögðu öllum fyrir að horfa, hlusta, vera með og skemmta sér yfir vorbikarmóti HNÍ. Góð skemmtun, Biggi, eða hvað? Já, til langar með að lauma mér á þessa mynd. Já, þú ert alltaf VFC maður í húð og hár. Yes. Og illa gert af mér að leyfa þau ekki bara að vera með og taka myndina. Nei, þetta var skemmtilegt. Þetta er flottur hópur VFC. Það eru góðir hlutir sem gerast hérna í þessu gymmi. Heldur betur, þeir eru með þrjá meistara. 3 meistara, M1. Og þetta er Home of Champions. Já, þetta er það. Hérna kemur náttúrulega Emil Kadri sem er á leiðinni í sinn titilbarta í atvinnumennskunni. Þannig að það eru gæði hérna algjörlega í fínu húsnæði hérna í VFC. Þetta er strángæðilegt. Já. Rétt eins og það á að vera. Ísak sýndi það hérna móti Nóel bara hversu ótrúlega öflugur boxari hann er. Einmitt. Og bara hversu game hann er. Já, einmitt. Bara Gameboy. Já. Alveg Gameboy. Bara vorkina öllum sem þurfa að stiga inn í hringi með honum. Já, ég gerði það líka. Þegar hann bara setur pressuna á menn og bara heldur henni í 9 mínútur. Einmitt. Ótrúlegt. Ótrúlega. Þetta búið geggjaður dagur. Geggjaður dagur. Geggjamót. Næsta Hnefileikamót er eflaust HFA Open sem að verður 20. og 21. mars. Já, einmitt. Sama helgi og UFC í London og hvítur og leik hérna í VFC. Þannig að það er sannkölluð bardaga helgi, hvort þú sért glímumaður, MMA-maður eða Hnefileikamaður. Það verður allt í boði þessa helgi í mars. Nice. Þannig að endilega kynnið ykkur HFA Open og bara Hnefileika í heildinni og ekki missa af frábæru mótið þar, því þar verður fullt af erlendum Hnefileikamönnum. Ég veit að það er hópur af Írum að fara að koma. Einmitt. Og hópur af Norðmönnum líka. Þetta er alvöru Open mót. Já. Það var gaman að því. Herru, flott takk aðeinslega fyrir að horfa. Við kveðum að sinni, sjáumst á næsta Hnefileikamóti. Og minnum fólk á að tune inn 5. lótina hér á YouTube klukkan 8 á morgun. Þar sem við munum gera þetta upp og munum hita hressilega upp fyrir Glacier Fight Night sem verður næstu helgi. Sem er næstu helgi. Það er bara vika í þetta. Já. Svo mikið skemmtilegt í gangi núna. Núna er bara eitthvað skemmtilegt í gangi allar helgar. Já. Það er ótrúlega gaman að vera bara áhugamaður á Íslandi. Það er alltaf að opnast og allt í gangi. Allt í gangi. Og bíðið bara eftir 10. apríl þegar það verður tilkynnt. Já. Þannig að bíðið spennt. Herru, takk fyrir okkur.